Sigríður Etna Marinósdóttir, formaður ungmennaráðs ÖMFÍ. Þú ert hérna á þinni þriðju ráðstefnu, ungt fólk á lýðræði. Hvernig finnst þér hafa tekist? Herru, það er búið rosalega skemmtilegt og fjörugt og á saman tíma mjög lærdómsríkt að vera á ráðstefnunni hérna í dag og í gær. Og ég hlakka til að læra meira, halda áfram í smiðjunum og fá að vera í kvöld með fólkinu, kvöldvaka og meira hópefli. Þannig að fáum betra tækifæri til að kynnast. Finnst þér ráðstefnur af þessu tagi vera mikilvægar? Já, gríðarlega og sérstaklega þessi, einmitt ungt fólk og lýðræði, af því að þetta er svo gott tækifæri til að fá að kynnast öðrum ungmennaráðum, sjá hvað aðrir eru að gera og einhvern veginn að sjá að það eru fleiri að hugsa það sama á maður sjálfur einhvern veginn og í sömu sporum á maður sjálfur kannski. Hvernig er fólk á þínum aldri í dag? Hvernig líður fólki á þínum aldri í dag á Íslandi? Sko, kannski það er ekki rosalega margir kannski á mínum aldri núna sem að er að pæla í eins og ungmennaráðum en ég tengi við eins og þegar ég var aðeins yngri og við fólki sem er hérna inni að þá er svolítið erfitt að koma málum sínum á framfæri og að hafa rödd og láta hlusta sig, að það er oft erfitt og það er gríðarlega mikilvægt að vera með góðan leiðbeinanda sem hjálpa manni og hjálpa manni að koma sér og sínum skoðunum á framfæri. En ungt fólk í dag, hvernig er hljóðið í ungu íslensku fólki í dag? Sko, ungt fólk og bara ungmenni í dag, það er bara æðislegt og það hefur verið svolítið fordóma gagnvart ungu fólki og einmitt æskan er alltaf að fara til fjandans, virðist vera einhvern veginn. En við erum öll hópa bara fólk sem er með gríðarlega góðar hugmyndir og frábærar og skemmtilegar og fjölbreyttar skoðanir á málunum og það er gaman þegar við hittumst og fáum að tala saman og læra meira og læra af hvort öðru. Sérðu fyrir aðrar ráðstefnur svona ári? Já, klárlega. Þetta er einhvers að vera hverju ári af því að það er svo mikil velta í öllum ungmennaráðunum og það er alltaf nýr og nýr að koma inn í og fólk verður að fá að einhvern veginn halda sig við og þeir sem eru nýr verða að fá að læra það sem hinn er búin að læra. En auðvitað eru allar ráðstefnunar ólíkar, myndi ég segja og þær eru miskröftugar, það er bara þannig eins og með allt einhvern veginn. Sigríður Etna, ég þakka þér kærlega fyrir. Takk fyrir.